held að við þurfum að hafa möguleika á því að fara yfir þetta eftir á. Svo að núna ræsum við upp Word með verkefni 3C, mjúkræsing hraðastýring 3C. Og skoðum hvað við eigum að gera þar. Við eigum að byrja á mjúkræsinum, tíðnibreytinum og svo hitaliða vörninni fyrir mótor. Og við byrjum á mjúkræsinum. Hér varðandi tengingu mjúkræsins að við erum með borð með mótor, 4 kW mótor undir borðinu og við þurfum að skoða spennumerkinguna á honum til þess að athuga í hvaða tengingu hann á að fara. Og hann nefnilega merktur, ég ætla kannski bæta því við. Það setja 220 /380 volt. Hann merktur svona. 220 /380 volt og fyrir og við erum þá með nú spurning hvort að við erum með þetta rétt. Hann er gefinn upp svona. Og ég þyrfti eiginlega að því að mér finnst þetta vera kannski ekki alveg ég þarf að tjekka á með straummerkingunni á þessum. Hann er 4 kW. Já, hinn eru sennilega Nei, þannig að allavega þá stendur á honum fyrir stjörnuna þá er það 8,8 ampere. Þetta er straummerkingin á honum fyrir hærri spennuna, fyrir lægri spennuna. Ég er ekki nákvæmlega með það fyrir fram mig en ég sjá. Það ætti að vera 15,2. Já, 15,2 ampere. Þá er það 15,2 /8,8 ampere. Svona ætti straummerkingin að vera á honum. En það er nauðsynlegt að vita þetta líka og þá við erum með 400 volta spennu svo að alltaf lægri spennumerkingin er þríhyrningur, hærri spennumerkingin er stjörnutenging. Þannig að við getum notað þennan mótor við 400 volta spennu. Það munar bara 20 voltum. 380 volt. Það er fyrir stjörnutengingu, þannig að við verðum að tengja mótorinn stjörnu og þá er málstraumur mótorsins 8,8 ampere. Og síðan varðandi tengimyndina, mjúkræsis við net og mótorinn. Ég ætla að reyna að útvega það líka og hins vegar erum við með smá við erum með mynd af því. Ég samt hef það kannski ekki alveg núna í augnablikinu, en
við getum náð í það. Nú, við skulum sem sagt skoða þá vídeóið því að ég þarf að setja spennumjúkara sinn. Við þurfum að finna ready stöðuna á honum og bara þrepa framan á hér í myndbandinu. Þá ætla ég að reyna að keyra myndbandið í gang, sjá hvort það virkar hjá mér. Já, býtum við, ég þarf að byrja á byrjuninni. Nú veit ég ekki hvort að þið verða að heyra í hljóðinu. Ég ætla rétt að taka smá test, hvort að þið heyrið í þessu. Nei, ekki svo allavega. Hvað segið þið, heyrið þið eitthvað í þessu? Nei. Heyrið nefnilega mjög lítið, mjög takmarkað. Spurningin er hvort að mikrafóninn næri þessu ekki eða það er spurning hvort ég á að reyna að græja það að mikrafóninn nái þessu. Að reyna að setja aftur í gang, athuga málið. Heyrið þið þetta? Ég heyrði eitthvað byrjun, ég heyri ekkert lengur, sko. Heyrið þið bara byrjunina? Já, eitthvað, orðið að labba á töflunni og svo kveikja á og annars ekkert meira, sko. Ok, þá bara verð ég að tala með þessu. Og þá lækka ég bara aðeins niður í þessu. Og vonandi truflar það þá ekki, sem sagt, það getur verið að hún taki út hljóðið úr vídeóinu. Ef að þið fáið ekki strax ready, þá þarf að þrepa upp og niður. Við að byrja á staðnum ready og síðan að þrepa upp eða niður eftir því hvar við erum stattir í verkefni. Ég ætla aðeins að fá verkefni hérna megin hjá mér. Það er að þrepa niður einu sinni. Hvað segið þið? Er þetta að trufla hljóðið í vídeóinu? Er það að trufla það sem ég er að segja? Já, aðeins. Aðeins, já. Ok. Þá ætla ég bara að lækka meira niður í því. Ég þarf að fara hérna í stillingar. Svona. Og við prófum þetta þá aftur. Og þetta er þá allavega ekki að... Er þetta nokkuð að trufla? Já, heyrum þetta náttúrulega ekki eins vel. Já, ok. Þetta er allavega það ekki mikið að trufla ykkur. Er það nokkuð? Það held ég ekki. Nei, þú heldur ekki. Það er gott. Heyrðu, það er frábært. Þá held ég áfram með þetta svona. Og þannig ég er ekki með neitt í augnablikinu til þess að hafa þetta bara í headphone. Ég ætla að reyna að keyra þetta svona og þannig að við byrjum á því að finna breytuna IN og til þess að finna IN breytuna þá þarf að þrepa niður einu sinni
og þar á að setja málstraum mótorsins. Og til þess að kanna hvaða málstraum við eigum að setja þetta inn, þá þurfum við að skoða merkiskiltið mjög vel. Það sem ég var að skrifa hérna efst í, sem sagt, 8,8 ampere er nú þegar skráð inn í mjúkreisinn og þá er það réttur málstraumur. Og þá þurfum við að íta á prógram, ef við þurfum að breyta en bara data aftur til þess að komast í listan. Síðan er þrepað niður eitt þrep til þess að komast í breytuna ELT. Það er komið núna, ELT, og skoða þar að við erum að breyta þessu niður í 150% af málstraumi mótorsins. Þetta niður. Við þurfum að testa þetta inni með því íta á prógram og þá hættir gula ljósið að blikka. Sjáið þið þessa tölu sæmilega? Sjáið þið tölurnar í LT á... Já. Já, þið sjáið þetta sæmilega. Ok, flott er. Takk fyrir það. Þá held ég áfram. Það þarf að þrepa upp 3 þrep og fá LCR í gluggann. Þá skoðum við hvað það er, sem sagt, við þurfum að fylgjast með straumtöku mótorsins. Þá fáum við hvaðan tekur mikinn straum í þessari breytu, LCR. Og þá ítum við á data til þess að við sjáum tölugildið. Og núna er ég að festa bremsuna til þess að sjá hvaðan tekur mikinn straum í byrjun. Og þá sjáum við hérna, þá fór þetta alveg upp í 13,4 ampere. Síðan set ég mótorinn aftur í gang og losa bremsuna aðeins þar til hann er rétt byrjaður að mjakast af stað. Það er sem sagt að sjá hvort að hann fer í gang við það að auka upp frá 150 upp í 200% af málstraumi, sem sagt tvöfaldan málstraum. Nú fer ég sem sagt upp í ELT eða niður í ELT og fara þar í 200. Ég fór svolítið hátt þarna upp. Það sjáu hvað er hægt að fara rosalega hátt upp með strauminn, alveg upp í 600 straum, það er nánast bein. Og þá er ég komið með tvöfaldan málstraum þegar ég vel 200% af málstraum. Og síðan að finna aftur breytuna LCR og íta á data til þess að fylgjast með straumnum aftur. Nú er bara að sjá hvort að mótorinn fer í gang. Þarna fór hann upp í smá, það er ekki svo slæmt. Mótorinn fór í gang og svo bara slökkum við af þessu. Þannig að núna eru þessi atriði varðandi verkefnið sem ég ætla að klára hérna. Það er sem sagt, eins og þið eru þá með hérna, það var 13,4 ampere hérna sem við sáum hérna. Þið leiðréttið, þetta er svona, ef ég man þetta rétt, þá var þetta einhvers staðar þetta gildi á straumnum.
en og þá var þetta miðað við líklega 200%. Já. En síðan losaði ég aðeins bremsuna og breytti gildinu í 200, sem sagt tvöfaldan málstraum. Og þá mótorinn fór í gang. Og straumurinn fór upp í 18 ampere en endaði í það bil 6 amperum. Til leiðrétti þetta ef þetta eitthvað aðeins nákvæmara sem að þið hafið upplýsingar úr vídeóinu. Og síðan sem sagt ættum við að ef að mótorinn hefði ekki farið í gang, þá hefði bara farið hærra heldur en í 200%, en bara farið prófa upp í 250 eða 300 og til þess að sjá hvort mótorinn fer í gang við það. En það er samt sem áður miklu minni ræsistraumur heldur en við beinaræsingu. Og síðan eigum við að segja frá því hvernig við förum að því að taka nýjan mjúkræsi í notkun. Og það er náttúrulega að við skulum gera ráð fyrir að við höfum keypt nógu stóran mjúkræsi sem að það stóra, hann ræður við mótorinn. Við þurfum að ganga út á því. Þarna vorum við með 4 kW mótor, þannig að hann á að ráða við það örugglega. Og þá þurfum við að kanna, fyrst þarf að kanna spennumerkingu og straummerkingu. Síðan þarf að tengja mótorinn rétt samkvæmt spennumerkingu. Það í stjörnu ef mótor merktur segjum til dæmis bara 230, það hafa eitthvað aðeins öðruvísi merkingu, 230, 400 volt. Við miðum við 400 volta kerfi. Þriggja-fasa 400 volta kerfi. Þá verður að tengja hann í stjörnu. Ef mótorinn 400, skráð 400, 690 volt, þá þarf að þríhyrnings tengja. Og síðan þarf að náttúrulega setja inn í upplýsingar mótorinn, sem sagt. Við þurfum að setja málstraum, sem sagt málstraumur skráður, skráður í rétta breytu,
beintu og hugsanlega uppröðunartími ef að og niðurhröðunartími ef þarf. Það er hægt á sumum tegundum að breyta þessum tíma og sem sagt keyra hann líka hægar niður heldur en ef maður bara tekur hann beint úr gangi. Ok, þetta er svona það helsta sem ég man eftir núna og síðan skulum við, þá er raunin næsti liður. Við skulum þá athuga það, tenging tíðnibreytis, við þurfum að fara yfir þann hluta í vídeóinu. Hérna er ég að fara yfir þessi, ég ætla að rétta sýna ykkur hérna þessa mynd af innvolsinu í, sjáið þið þetta sæmilega. Það sem að við erum með týristóra. Við erum með 6 týristóra hérna, það eru 2 týristórar fyrir hvert fasa inn á mótorinn. Þessi týristórar, þeir klippa af spennunni, þannig lækka þeir spennuna inn á mótorinn og þannig minnkum við ræsistrauminn. Og hérna er sýnt, sem sagt yfirárásvörn í raftengingu við þetta. Hvernig sem það er nú gert, það er stundum bara straumspennir sem að fylgist með straumnum í gegnum mjúkaræsin og þannig er straumurinn tekinn og hérna reiknað út hvað má setja háa spennu eða stórt opnunarhorn fyrir týristórana svo að spennan verði hæfilega í byrjun og straumurinn verði ekki of mikill. Þannig að þetta er svona frekar tákgrænt heldur en að það sé raunverulega tvímálsvörn hérna inn í þessari rás. Mér finnst það mjög ólíklegt. En gæti kannski í einhverjum tegundum verið, en mér finnst það mjög ólíklegt. Og svo sjáum við hérna segulrofa, kraftsnertur, 3 kraftsnertur í segulrofan fyrir alla 3 fasana. Og svo sjáum við hérna, þetta náttúrulega hérna á ekki við, það er bara, hérna er, ef við værum bara með eina línu út á þessu, þá verður sýnt svona 3 strik, þannig að það er smá villa hérna í þessu nema að mótorinn sé svo stór að við þurfum 3 strengi fyrir hvert fasa, það er líka aðeins hugsanlegt. En svo sjáum við hérna á neðri myndinni, hvernig þarf að klippa af riðbylgjunni. Til að sjá hvort að ég hef hérna aðeins skárri mynd af því. Hérna að þá sjáum við það jafn mikið klippt af efri hlutanum og neðri hlutanum af riðbylgjunni og eins og við sjáum hérna er opnunarhornið það bil 90 gráður. Þá opnar ekki fyrir en þessi hluti hérna, skyggði hlutin er spennan sem fer inn á mótorinn. Þannig að hún verður alltaf meiri og meiri frá því að vera mjög lítil hérna og verður alltaf meiri og meiri og þar til að við fáum næstu því fulla spennu inn á mótorinn. Og ef við værum með segulrofa sem tengir fram hjá týristórunum þá verðum við með algjörlega fulla spennu inn á mótorinn. Það þarf ekki alltaf að vera með hliðtengdan segulrofa þegar að mótorinn er alveg komin í gang. En það er stundum gert samt til þess að minnka þessa þetta varmatap frá týristórunum, það er eitthvað smá varmatap frá þeim í rásinni. En allavega að þetta er aðferðin, það er klippt af spennunni til þess að lækka strauminn í ræsingunni í byrjun. Ok, og við getum stillt hvaða straum við viljum fá í ræsingunni. 2-faldamálstraum 200%, 3-faldamálstraum 300 og allt þar á milli getum við stillt. Og svo framvegis. Og við sáum þarna við fórum alveg upp í 600%, þannig
að það er hægt að velja þarna mjög breitt bil. Ok, þá held ég að við færum okkur yfir í hraðastýringuna. Og þá er ég komin hingað yfir á álagsvogina og hér er mótorinn sem ég þarf að tengja. Og ég færa mig í verkefni sjálft fyrst. Hér er ég með mótor við Danfoss tíðnibreyti og mótor við álagsvogina. Og þessi mótor, hann er merktur allavega 3,4 ampere. Já, spennumerkingin, hún er 230/400 volt. Og þá er það líklega 3,4. Þá höfum við hérna, já, líklega er þetta 5,8 ampere hérna, eða 5,9 ampere. 5,9/3,4 ampere. Og það er eins með Danfoss tíðnibreytinn, hann tengist við 400 volta kerfisspennu. Segjum bara hérna, tengdur 400 volt, sem sagt tengdur þrífasa 400 volt kerfi. Það þýðir að jafnspennan inn í honum getur orðið 560 volt þegar við afriðum þriggja fasa spennuna. Og þegar er svona há spenna, að þá þurfum við að tengja mótorinn í stjörnu. Sem sagt, hærri spennumerkingin á honum er 400 volt, þannig að við verðum að tengja þennan mótor í stjörnu. Og þá er straummerkingin á honum 3,4 ampere. Og þá þarf ég líka að athuga með tengimyndirnar í lokin og setja þær inn undir efni, og ég held að ég hafi jafnvel tengimyndirnar þar nú þegar. Ég þarf bara að kanna nákvæmlega hvað þær eru. Og þá í rauninni er bara að tengja mótorinn við tíðnibreytinn og samkvæmt þessum 400 voltum. Og þá sjáum við það hérna, þið kannski sjáum við ekki alveg nógu skýrt hérna, en hérna eru 3 leiðslur, gular leiðslur, sem að fara yfir í tíðnibreytinn hérna til vinstri. Og hér er tengt í stjörnu, það eru 3 endarnir öðru megin á tengihólfinu, tengdir saman. Það er stjörnutengingin. Og þá þarf ég að halda áfram og byrja á því að setja tíðnibreytinn í verksmiðjustillingar, eða svokallaðar factory settings. Þá byrja ég á því, og það er gert með því að halda niðri tökkunum, status, main menu og OK, og íta á starttakkan og halda þessum tökkum inni svolítið stund á meðan að tíðnibreytinn er að ræsast og hérna ná í factory settings stillingarnar, verksmiðjustillingarnar, og setja þær inn í vinnsluminnið á tíðnibreytinu. Eða hvort að þetta er EEPROM, svona minniskubbur sem að geymir þetta. Því að ef við slökkum á þessu, þá helst samt spennan á þessu og halda stillingarnar inni. Og við skulum athuga þetta í vídeóinu þá og sjá hvernig þetta gerist. Ok, smá tilfærsla hérna.
Já, þegar við erum með 560 volta jafnspennu, þá fáum við það bil 3 fasa 400 volta spennu út á mótorinn. Við erum þá með spennu á milli fasa þá 400 volt. Og ég ætla að athuga hvort ég með einhverja mynd af þessu. Mótornir þurfa að þola þessa spennu. Sjáu þið þessa mynd, strákar? Sjáu þið hérna þessar 6 díóður? Já. Já, þetta í lagi. Ok. Það þannig í þessum hraðstýringum þá byrjað á því að afriða 3 fasa spennu með þessum 6 díóðum hérna, 3 fasa afriðisbrú, eins og þið lærið betur í rafeindatækni A, og þá fáum við jafnspennu. Og þegar við erum með 400 volt, þá getum við reiknað það út að við verðum með spennu sem eitthvað í kringum 560 volta jafnspenna. 560 volt DC. Og sjáu ég hérna táknmynd af þétti. Það eru þéttar inni í hraðstýringunum sem að jafna spennuna og halda smá rýmd til þess að ef mótorinn þarf eitthvað snögglega að fá straum, þá gefa þeir líka frá sér straum til þess. En þeir eru að reyna að halda uppi jafnri spennu hérna á jafnspennu hlutanum sem á ensku kallaður DC-link. Þetta svona, við köllum þetta þá DC-linkurinn í hraðastýringunni. Og hér eru sýndir síðan 6 transistórar. Þeir eru til þess að búa til 3 fasa spennu með mismunandi tíðni til þess að láta mótorinn fara hægt og rólega í gang. Og þannig búum við til mismunandi mikinn hraða á hverfisegulsviðið í mótornum. Þessi aðferð sem þarna notuð kölluð pulse width modulation eða á ensku pulse width modulation, P2M. Og þetta mjög há tíðni, einhvers staðar í kringum 30 til 40.000 rið eða milli 30 og 40 kílórið, eða getur verið líka einhver annar tíðni. En þetta kannski svona dæmigerð tíðni sem ég veit Og við sjáum hér eru líka díóður sem að snúa öfugt með straumstefnu transistorana, að þær eru til þess að taka við svokallari hemlunar orku. Ef að vélin sem tengd við mótorinn ætlar að fara að snúa mótornum, eins og til dæmis ef við værum að bremsa niður bíl, þá þetta sem að gerist, það svona á ensku regeneration, við erum að framleiða inn á rafkerfið okkar tilbaka. Þegar við ítum á bremsuna til dæmis, að þá fara þessir mótorar í framleiðslu og það getur verið að það sé sérstök brú sem að snýr bara öfugt og framleiðir inn á tilbaka inn á netið. En þessar díóður þær afriða rauninni spennuna frá mótornum inn á netið. En við búum til spennu með þessari pulse width modulation með þessari mjög háu tíðni. Við erum að kveikja og slökkva á þessum transistórum í ákveðinni röð. Þannig að þeir myndi spennu fyrir hvern og einn fasa, bæði jákvæða spennu og neikvæða spennu. Og ég kannski bendi ykkur á eitthvað vídeó þar sem að þetta betur útskýrt heldur en ég get gert hérna. Það þá gert svona svolítið myndrænt. En síðan stýringrásin kemur þá tengd við svona hraðastilli viðnám sem sýnt hérna vinstra megin og það það sem við gerum, við breytum stillimótstöðu og þá bara breytum við hraðanum á mótornum.
Og þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra og við höldum áfram og skoðum hvernig við getum og ég ætla að fara yfir þetta hérna, það sem ég var að útskýra allt saman fyrir ykkur, en þið getið skoðað aftur í vídeóinu. Og þá, sem sagt, þess að ég sjá hérna, ég er að setja þetta á stopp og þarna fyrir ofan sem ég bendi á núna er stillimótstaðan fyrir hraðan. Og ég hef hana líka á 0 og slögt, settast á rauða hérna strikinu stopp. Þá er þetta rofinn til þess að gefa mótornum merki að fara í gang. En ég hef þetta á stopp og svo setjum við straum með græna takkanum á drifið, á hraðastýringuna. Og við þurfum að halda inni 3 tökkum. Já, þarna er ég að halda inni eins og ég sjáum hérna í verkefninu, halda inni status, main menu og OK. Þetta er gert á þessum tínibreytum sem við sjáum þarna. Ég má náttúrulega ekki vera að auglýsa neitt, þannig að ég sleppi að nefna það. Og hins vegar þið gáfu okkur þetta þennan tínibreytið, þannig að það er allt í lagi að nefna það. Að þær hjá Danfoss eru alltaf að láta okkur fá nýtt og nýtt eintak af tíðnibreyti og þá þarf að halda þessum 3 tökkum inni á meðan að tíðnibreytin er að fara í gang. Sjá hérna aftur, þá ýti ég á startið og held þessum tökkum inni mjög fast. Við sjáum að það kom hérna á displayið ljós. Og þá kemur fram á skjánum initialization eða initializing og þá fer drifið í upphafsstillingar. Svo þarf ég aðeins að færa þarna, gera smá tilfæringar, færa hérna upptöku græjuna nær. Og þarna þurfum við að ýta á reset til þess að taka út alarm 810 í verkefninu. Og það er bara og nú þurfum við að setja inn réttar stillingar mótorsins fyrir að tjekka hvort spennan er rétt, straumurinn og annað slíkt, hraðinn. Og þá hérna er ég komin hérna aðeins nær og þarna sem sagt inn í mótordata þá förum við í parametri hérna 1.20 og þá verðum við að breyta kílóvöttunum niður í 1,5. Þetta er sjálfgefið í 2,2 kílóvöttum og þá verð ég að fara inn í þetta með því að ýta OK og þá kemst ég þar inn og síðan er hægt að fara beint niður náttúrulega en ég get farið inn á viðkomandi tölugildi og breytið niður í 1,5. Svona og síðan til að festa þetta inni sem er ýta OK og þá er maður komið strax aftur í listan og þá getum við farið niður í aðra stillingar eins og svo kemur spennan. Þá kemur spennan 400 volt og það er í parameter 1/22. Það er 400 volt af spennan inn. $50 Hz, það er tíðnin fyrir mótorinn. Síðan næst er málstraumur, mótorkorrent. Hann er aðeins og hátt stiltur þarna, þannig ég var að breyta honum úr 3,8 niður í 3,4 ampere. Já, og þá er ég að gá þarna á og hérna
fullvissa mig merkinguna á mótornum. Það 3,4 ampere. Festi þetta inn í með því að þetta OK aftur og þá höldum við áfram og hvað málhraði, snúningshraðinn við fullt álag. Hann kemur hérna og þar heldur hraðstýringin að það eigi að vera 1420 miðað við 1,5 kW mótor, en það sem stendur á þessum mótor 1400, 1400. Og svo OK. Þá komið 1400 snúningar á mínútu og síðan þetta bara prófanir og þá ég komin allar hringir. Þannig að við erum komin hringinn í þessu og þá þarf að í verkefninu eins og þið sjáið að þá þarf að gera fleiri stillingar. Það sem sagt, við erum búin að athuga með spennuna og aflið og hraðan og svo förum við í breytu 302. Það sem sagt lágmarkshraðinn, það 0 og breyta 342, það líklega niðurröðunartíminn sem við ætlum að hafa 5 sekúndur. OK, þá förum ég aftur hérna yfir í þetta og breyti þessum tveimur stærðum. Og við að fara þarna niður í 3 og þar inn og finna fyrst lágmarkshraðan. Það farið 3/03/02. Þar hraðinn sem merktur minimum reference, það sem sagt 0 RPM, 0 snúningar á mínútu. Það rétt. Svo förum við í breytu 3/42, öppum aðeins tilbaka og förum yfir í 3/4 og þar inn með OK. Og svo þurfum við að fara niður í 42 og þetta ramp down. Þetta þetta niðurröðunartíminn, hann þarna 3 sekúndur, ég ætla að breyta 5 sekúndur. Þá förum við í breytum þessu í 5 sekúndur þarna og OK. Eina sem við ætlum að finna jafnspennan á EC-linknum. Við gerum það sennilega bara á eftir. Og við byrjum að tjekka á hvort það fer í gang, ítum á auto on og svo eftir að setja rofan það niður og stopp og niður og svo hérna stilli mótstaðan sem við þurfum að og þá setja hann bara á hægan snúningshraða og kanna hvort hann að fara í rétta snúningsátt. Það náttúrulega hitti ekki á rétta snúningsátt, þannig að ég þarf að slökkva á mótornum aftur, bara taka rofan upp, aftur á stopp og víxla fösum frá yfir. Það sjáum við rofan, núna stöð stopp. Og ég þarf bara að víxla einhverjum 2 fösum hérna fyrir neðan. Sjáum þetta nákvæmlega. Það nær svo ég sjái betur á skjá. Og þá þurfum við að líka setja hann á ákveðinn hraða, setja hann á hvaða hraði átt þetta að vera. Við erum að sjá. Já.
Ég segi bara að mótorinn snýst í öfuga átt, hérna. Öfuga átt. Og það, hérna, ísla fösum. Frá hraðastýringu. Ok, og mótorinn, þá keyrir mótorinn eðlilega upp. Breytir hraða eftir óskgildi. Þetta er í góðu lagi. Og þá það næst sem sagt að stilla hraðan í byrjun á 1200 snúninga á mínútu. Hérna. Stilla hann á þennan hraða hérna, mæla hraðan með snúningshraðamælinum og svo á eftir til þess að lesa af jafnspennuna UTC, þá þarf ég að fara inn í breytu 1630 og finna þar DC link voltage. Þar finn ég það. Ok, þá hérna byrjum við bara á þessu og eftir þá skráum við niður í þessu töflu. Og ég þarf til þess að fara upp í 1200, þá þarf ég að fara upp í 40,3 Hz eða 4,4 eftir. Þá þetta líka svo skrikun mótorsins kemur þarna inn í. Þegar hann að reyna að giska á hérna á hvaða hraða mótorinn er. Og af því að þessi tenging er open loop. Við erum ekki með snúningshraðamælingu á mótornum tilbaka inn á hraðastýringu. Hann veit ekkert á hvaða hraða mótorinn er. Hann er bara að giska út í loftið. Open loop er þetta kallað. En nú þurfum við að lesa sem sagt af og setja inn í töfluna. Við setjum tíðnina 40,3 Hz. Við erum með strauminn 1,75 eða 1,74 ampere og 0,21 kW. Svo þurfum við á spennur, hliðspennu. Og þá bara að þrýsta á örina niður til þess að fá á spennuna. 311 volt hérna. Og síðan þarf ég að fá jafnspennu. Fer ég í main menu. Þarna parametra, byrja á text. Text án, ákveða það og þar í jákju. Text og við 564 volt og jafnspennu. Ég sé líka. Núna þarf ég að auka álagið, eða setja álag á hann, því að þetta til þegar álagsbreyst. Og
setja ég álagsvæðina inn og þið sjáðu hérna lækkar spennan á desilink niður þegar ég eyk álag úr 564 voltum niður í 556 volt. Það komið 4 newtonmetrar á mótorinn til álagsvæðinni og það rafmagni, framleiða rafmagn inn á hitaelement og gefur hann álag við dýr til álag til að framleiða rafmagn. Status þá sjáum við aftur spennan hefur hækkað 325 staði. Straumurinn hefur hækkað líka. Tíðnin hérna og mældur snúningshraði hann hefur aukist yfir það bara ekki skála. En það ekki alveg markmiðið, hann mælir ekki raunverulegan snúningshraða. Ætli við förum þá ekki næst í meira álag á álagsvæðina. Og hann hefur farið upp í 1214 snúninga á mínútu en það kemur ekki fram hérna vegna þess að drifið fær ekki upplýsingar hraða. Þannig að drifið að senda út hærri tíðni heldur hann þarf raunverulega. Þess vegna verður hraði hverfisegulsviðsins aðeins hraðara heldur en mótorinn þarf að halda til þess að halda snúningshraðanum í 1200 snúninga á mínútu. Þannig að mótorinn snýst hraðar heldur en hann ætti að gera. Og þá erum við að verða komin upp í 4 metra. Þá spennan 350 volt, 50 volt og 4 amp. Já. Og það getur verið að svona mótor sé að taka hámarksstraum ekki á fullri ferð eða og spennan hefur lækkað ég sé að við þá ekki ég og já við 20 sjá það að breyta. Og svo
takki fyrir neðan stoppu við drifið, en það ennþá spenna á drifinu og við þurfum að passa okkur að taka ekki úr sambandi og bara spurningum að ég nái að sýna ykkur þetta. Sjáu þessar niðurstöður hérna. Ég ætla kannski að reyna að gera þetta, færa þetta yfir á skýrslublaðið hjá mér. En sjáu þessar tölur hérna á skjánum? Já, svona gróflega. Já, gróflega, ok. 40,3. Svona, ég ætla að reyna að færa þetta bara hérna yfir. Ef við höfum tíma í það, já, kannski. Og það eftir ein æfing, sem sagt það að tengja hitaliða vörnina. En það gæti líka að senda ykkur þetta, en þið getur líka að skrifa þetta upp eftir vídeóinu og eftir. Og sjáum að eftir því sem að álagi eykst á mótorinn, þá hækkar alltaf tíðnin frá tíðnibreytinum. Hann að reyna að viðhalda réttum hraða, en hann veit ekki að mótorinn, hann ræður alveg við þetta og hann farin að snúast eiginlega of hratt með það sem við vorum að biðja um. Við báðum 1200 snúninga á mínútu, en hann komin hérna upp í 43,4 Hz þegar við komum í fullt álag hérna. Og síðan náttúrulega straumurinn eykst eðlilega í ákveðnum 4, svo kemur hérna í 2,14 og neðst hérna í 3,46 og spennan, hún breytist líka, hún í byrjun 311 volt og sjá hvort ég þarf að breika þennan dálk. Svona, og 326. Svo erum við 350,3. Og hér þá spennan á DC-linknum 564, svo erum við 556, 546 volt og við erum með 0,21 kilowatt í byrjun. Já, þetta þess að við erum að breyta þessi hérna í kilowatt fyrir ofan. Og svo 0,72. Þetta aflið út frá hraðstýringunni. 1,71. Og mótorinn, hann þarf náttúrulega meira inn heldur hann getur gefið út, þannig að núna væri hann kannski við 10 Newtonmetra, hann væri að gefa út það bil 1,5 kilowatt út á ásinn. En hann þarf meira inn, hann þarf 1,7 og þá sjáum við að það þessi tala hérna. Meira inn til þess að geta skilað, hann þarf 1,7 kilowatt til þess að geta skilað 1,5 kilowattum út. Og þá breytist hraðinn, hann í byrjun hérna 1203 snúningar á mínútu, náðu þess ekki nákvæmara heldur en það. Og síðan ræður dreifið ekki við að halda honum alveg fram á 1203 snúningum, heldur að það þarf að giska á hvað hann þarf meiri hraða á hverju segulsviði, meiri tíðni út á mótorinn til þess að halda mótornum á réttum snúningshraða. Þannig að það þá allavega betra að sé aðeins örlítið hærri snúningshraði
upp á hann að mótorinn ráði við álagið sem við hann. Það svona jákvæðara heldur en ef snúningshraðinn myndi lækka. Og þá komið að því að við reiknum út þessi gildi sem þurfum hérna. Og þá þurfum við að athuga hérna og hvað býr hann til í snúningum á mínútu, hvað býr hann til hverfisegulsvið með mikinn hraða. Sem sagt hraðastýringin. Hvað býr hún til mikinn hraða fyrir hverfisegulsvið? Það sem sagt NS, sem F, það tíðnin sem hraðastýringin að senda út. Það sem sagt í byrjun það 40,3, þá setjum við það inn 40,3 sinnum 60 deilt með pólparafjöldanum sem 2. Þetta mótor sem er 4 pólar en eru 2 pólpör. Svo að við fáum hérna í byrjun, ef við setjum fyrstu töluna inn 40,3 sinnum 60 deilt með 2, þá fáum við hérna fyrsta hraðan á hverfisegulsviðið. Og þá ætlaði ég bara að vinda mér í það eftir smá og sjá hvaða útreikninga við fáum hérna inn. Þið getið náttúrulega, ef þið værið að horfa á þetta eftir á, þá getið þið bara stoppað hér og eftir ykkur að reikna þetta út og kanna svo eftir hvort að þetta hafi verið allt saman rétt útbúið hjá okkur. Svo það að reikna út skrikunina hérna í snúningum á mínútu og þá það samfangsarhraðinn sem við reiknum út hér mínus mældur hraði, mínus litla n hérna, mínus 1203 hérna í fyrsta lagi og við fáum alltaf mismunandi hraða hérna á hverfisegulsviðið og við erum alltaf við mismunandi hraða sem við drögum frá. Þannig að skrikunin, hún verður alltaf einhver mismunandi hérna og hækkar alltaf smám saman hérna. Þá skulum við kanna málið og sjá hvað ég hef fengið út úr þessum tölum. Þetta ég hérna áfram og hérna ég komið með niðurstöðurnar. Líðandi þarna fyrir. Ok, við sjáum þetta svona nokkurn veginn svona að ég ætla að skráða þetta þá niður hjá mér hérna í skýrsluna svo þið sjáum þetta kannski betur líka. 1209 reiknaði út fyrsta hraða hverfisegulsviðsins, 1242 næsti og 1302 sjáum það aukur hraðan eftir að tíðnin fer alveg upp í 43,4 Hz og þá verður hraði hverfisegulsviðsins alveg upp í 1302 snúninga á mínútu. En þannig sjáum við að skrikunin, hún fer líka vaxandi eftir álaginu á mótorinn og hérna í byrjun þá drögum við mældarsnúningshraða 1203 snúninga á mínútu frá 1209 og fáum að það mismunurinn 6 snúningar á mínútu. Þá við byrjun þar 6 snúningar á mínútu, svo drögum við 1214 frá 1242 og fáum 28. Já. Og síðast þá reiknaði ég út að við fengjum skrikunina 72. Það sem sagt 1302 mínus 1230. Og þá ég þá ég sýni formúlurnar hérna og formúlurnar hér til að finna út hraða hverfisegulsviðsins og síðan skrikunina hérna. Og núna ætla ég bara þá að sýna ykkur þetta töfluna aftur svona.
þegar að ég búinn að slá inn í hana og búið að reikna þetta út. Og þá spurt hérna hvernig kemur samfasa hraðinn út miðað við mældan hraða mótorsins. Samfasa hraðinn er eðlilega hærri heldur en mældur hraði mótorsins. Það á að vera svoleiðis og allt eðlilegt. Getur sagt bara að samfasa hraðinn er alltaf hærri en mældur hraði vegna skrikunar í mótornum sem fer vaxandi með álagi. Og hins vegar þá er hraðastýringin af því hún fær ekki upplýsingar frá ásnema. Það er engin ásnemi til. Þetta er open loop aðferð. Það að verkum að hraðastýringin veit ekki nákvæmlega á hvaða hraða mótorinn er. Já, hvert fór þetta allt saman? Datt ég það niður. Ok. Veit ekki hvernig ég laga það. Það er kannski einhvern veginn svona. Það er hægt. Ekki. Kemur ljós. Jú, svona. Þannig að já. Open loop, já. Þess að kannski ég útskýri hvað er open loop. Það er í rauninni engin hraðamæling, engar upplýsingar hraða mótorsins. Hraða mótorsins er nefnt open loop aðferð. Ef að við værum með hraðaskynjara sem er kallaður encoder eða ásnemi, að þá myndi aðferðin vera kölluð closed loop, en þetta er open loop. Þess vegna eru engar upplýsingar hraða mótorsins. Er auka M í þessu. Okay. Þetta er málið og við erum ekki með neitt mótor sem er með ásnema til þess að prófa þetta og tengja inn á í þessum áfanga, en í síðasta áfanganum þar er mótor með ásnema við lyftuna í stofu 107 þarna við hliðina og það tengist beint inn á hraðastýringu. Þar fylgist hún nákvæmlega með hreyfingu mótorsins og það er closed loop aðferð.
En þá hérna spurt ég það hvernig kemur P mælt. Kemur mælt P út á tíðnibreytunum heim við uppgeð afl á mótornum. P út eðlilega hærra P út frá hraðastýringu sem sagt P út frá hraðastýringu aflið inn á mótorinn sem eðlilega hærra heldur en aflið, ásaflið frá mótornum. Þetta mælist eðlilegt. Eða eðlilegur munur þarna á. Eðlilegur á þessum stærðum. Við gætum notað kannski þessar upplýsingar til þess að finna út hvort að við fáum eðlilega nýtni tölu út úr mótornum. En þá, ef að þið eru ekki með neinar sérstakar spurningar, aðeins að bíða, sjá hvort að þið eru með eitthvað sem óljóst. Annars held ég bara áfram og fer í tengingu hitaliðans. Já, það er ljómandi. Ég er aðeins að líta á listan hérna og ég sé að Hafþór Logi er kominn inn og ég var búinn að merkja við þig, Hafþór, þannig að það er allt í góðu lagi. Og flott er. Og hérna, ég held að ég færi þá bara í tengingu hitaliða ef að þið mótmælið ekki. Ég held að það sé bara þá allt í góðu lagi. Ég fari í síðasta liðinn og þá er ég með þessi tæki. Ég er með hitaliða fyrir mótor. Það er skynjari við hann, PTC skynjari og það er sem sagt termistor. Positive temperature coefficient stendur þessi skammstöfun fyrir PTC og við lærum PTC og fleiri termistora í rafeindatækninni A. Og en hérna í viðbót við þetta er ýmsbúnaður en PTC mótstöðuna notum við til þess að mæla nákvæmlega hitastigið á vöfunum. Þannig að við getum pantað mótor með skynjurum inn í honum við vöfin. Og stundum er hægt að kaupa tilbúna svona mótora en það þarf að kanna sérstaklega hvort að þeir innihalda þetta því að yfirleitt er þetta sérpantaðir mótorar eða maður þarf að biðja að þetta sé til staðar inn í mótorunum. Sérstaklega hraðastýri verið að ganga hægt undir miklu álagi og þá er viftan ekkert að kæla mótorinn þannig að við þurfum að slökkva á hann ef hann ofhitnar og reyna einhverja kæli aðferð aðra. Það getur verið loftkæling, einhver spes, kannski ef þetta er kannski nóg loftkæling ef þetta er inni í
loftstokki eða einhver slíku ef hann að vinna þar, mótorinn, eða ef þetta alveg sérbyggður mótor með vatnskælingu þá það hægt að kæla niður með vatni og ef til dæmis vatnskælingin myndi bila þá myndi þessi hitaliða vörn taka við og verja mótorinn fyrir of miklum hita, slá bara mótornum út, mótorrásinni og hraðastýringunni út og oftar þessi skynjarar tengdir bara beint inn á hraðastýringunar. Þannig að hraðastýringin fær strax beint upplýsingar ástandið á mótornum. En látum skoðum það betur seinna. Síðan erum við hérna með svona blikkljós, flemturljós. Svo höfum við vatn ofan í potti til þess að ef við værum með þetta í mótor þá kæmi alltaf mikið lykt af vöfunum. Það óheppilegt að vera að prófa þennan búnað inn í mótor og láta vöfun hitna. En hins vegar gæti maður gert það í einhverju lokuðu rými og á þess að vera með mjög góða loftræstingu þar og á þess að anda nokkuð að sér svona gufu frá lakki og svoleiðis. Og þess vegna notum við vatn til þess að prófa hitaskynjarann. Ok, segulrofi án yfirráðsvarnar og svo hnappasett, start og stopp og af á rofi. Af því að þetta svona einföld stýrrás sem við tengjum upp. Og hér svo á eftir þá eigum við að gera samanburð á tímansvörn og hitaleiðavörn fyrir mótora. Og við erum að tengja stýrirás hitaleiða samkvæmt þessari mynd og síðan höfum við PTC-mótstöðina ofan í vatninu og síðan prófum við þetta og látum þetta virka. Við getum skrifað hérna stutt þetta, samanburð á tvímánsvörn. Tvímánsvörn mælir bara straum að mótor. Eða straum mótorsins. Þannig að straumurinn fer fram og tilbaka, að og frá. Straum mótorsins. Ef straumurinn verður óeðlilega hár, ef yfirálag verður eða það missir fasa eða eitthvað veldur því að og straumur verður óeðlilega hár þess að upp fyrir málstraum mótorsins í ákveðin tíma og þá slæðir yfirráðsvörnin út. Það fer eftir í hversu mikið straumurinn fer upp fyrir málgildi mótorsins, málstrauminn og þá hann lengur að slá út eftir því sem að straumurinn bara stutt fyrir ofan málgildi mótorsins. En ef hann fer mjög mikið fyrir ofan málgildi mótorsins, straumurinn í svona 15 sekúndur eða eitthvað svoleiðis, eða innan við mínútu og þá mótorinn komin út vegna þess að yfirráðsvörnin tekur hann út. Þá slær yfirálagsvörn en hérna yfirálagsvörn ef mótor ofhitnar og tekur eðlilegan straum, því að það getur gerst, sérstaklega við hraðastýringu. Ofhitnar
við lágan snúningshraða þess að kæliviftan snýst ekki nógu hratt. Kælamótorinn til að loftkæla mótorinn. Ef mótor ofhitnar við lágan snúningshraða, kælaviftan snýst ekki nógu hratt til þess að loftkæla mótorinn, þá skynjar yfirráðasvörn ekki hættuna. Mótorinn er í vegna þess að hann er að taka eðlilegan straum. Við hraðastýringar þá eru innbyggðar hitavarnir eða notuð hitaliðavörn til að fylgjast beint með hita mótorsins Hitaliðin slær út mótornum út ef skynjarinn nemur of mikinn hita á vöfum mótorsins. Hitaliðin bjargar mótornum, mótorinn undir miklu álagi, mjög lítill snúningshraði, mótorinn hitnar og hitnar, yfirráðasvörnin gerir ekkert í þessu. Hún myndi bara skynja það að mótorinn tekur eðlilegan straum, yfirráðasvörnin myndi segja að það er allt í lagi með mótorinn. Mótorinn tekur eðlilegan straum, en hitaliðavörnin er með skynjara sem að skynja nákvæmlega hitastig á vögunum og þegar að hitinn er komin upp fyrir það sem að mótorinn ætti að þola, að þá slær hitaliðavörnin út hraðastýringunni og seguroða sem væri kannski líka á leiðinni að mótornum, tekur allt saman út. Þetta er munur á yfirálagsvörn og hitaliðavörn. Ok. Þá skulum við skoða framkvæmdina aðeins. Hérna er myndin af þessu sem að þið eru meðvæntanlega í verkefninu. Ég skil ekki af hverju ég nægis ekki hærra hérna. En við fáum það kannski hérna
svona, jú. Já, ég lenti þetta svolítið neðarlega á blaðinu því ég skrifaði þetta svo mikið hérna. Þannig að hér skynjarinn sem að er í mótornum, PTC hitanemi og PTSD stendur fyrir eins og ég sagði áðan, Positive Temperature Coefficient. Það stuðull. Jákvæður, positív, temperature, hita, stuðull. Jákvæður hitastuðull. Það þýðir það, ef að hitinn eykst, þá eykst viðnámið í hitanemanum. Og þegar að viðnámið komið upp í ákveðin mörk, með minnir 1000 ohm, að þá slæðir hann út, sem sagt, tekur aftur í þessa stöðu hérna, tekur strauminn af stýrirásinni að segulrofanum hérna, þannig að mótorinn missir spennu og hraðastýringin auðvitað líka og þá gefur þessi snerta samband út á ljósið sem að sýnir að hittaliðvörnin er orðin virk og þá mótorinn væri útsleginn þannig að, eða segulrofinn væri útsleginn ætlaði að segja og þá snertan hérna 21-22 gefur samband hérna og rofin á að vera inni til þess að sírenan fari í gang. Þetta tákn fyrir sírenu. En hérna, til þess að hafa ekki hávaða, þá set ég svona blikkljós hérna í staðinn fyrir sírenuna. Þetta stýrirásin og ég tengi bara snertur inn á hraðsuðuhellu og hef svo skynjarann ofan í vatni í potti. Þá skulum við bara skoða þetta uppsett. Þá held ég áfram yfir í það. Já, kannski rétt áður en að ég fer í það. Tengingar milli hraðastýringar og mótors, þetta svolítið mikilvægt. Sjáu þið þennan kapal hérna sem ég held á. Í endanum svona skerming utan yfir allt saman. Þið hafið hugsanlega séð svona skermaðan kapal. En ef við hittumst einhvern tímann þá ætla ég að reyna að sýna ykkur þennan skermaða kapal. Og inn í þessum kapli eru síðan þræðirnir sem sagt til dæmis fyrir 3 fasa og jarðbindingu. En þessi skerming út af þessari háu tíðni sem ég talaði áðan að til þess að trufla ekki tæki í kringum svona hraðastýringar, því að hraðastýringar geta valdið truflunum út af þessar háu tíðni sem notuð til þess að búa til 3 fasa spennuna aftur fyrir mótorinn með mismunandi tíðni og þannig að hraðastýra mótornum á mismunandi hraða. Og til þess að hátíðnin slepp ekki út þá reynt að tengja hátíðnina til jarðar eða ofan í töflu, eina jarðbindingu, þannig að allar svona hátíðnir þær fari saman ofan í einn punkt. Það svona teórían í kringum þetta að láta skerminguna virka svona eins og loftnet fyrir hátíðnina og leiðni fyrir hátíðnina. Hátíðnin flyst eftir yfirborði, þannig að þess vegna þessi skermur hérna í kringum allan kapalinn og svo náttúrulega kápan þar fyrir utan til þess að hlífa kaplinum. En skermingin utan yfir alla 3 eða 4 víra sem í þessu 3 fasa og síðan jörð allavega að mótornum. Og á mótornum líka notaðir sérstakir nipplar sem að þannig eru útbúnir að skermingin tengist allan hringinn í nipplinum svo að umgerð mótorsins þá orðin tengd skerminum. Og það til þess að við náum að leiða hátíðnina eftir skermingunni en að hún slepp ekki út í umhverfið. Ok, þetta var rétt tengingu tíðnibreitis og mótors. Þetta mjög mikilvægt. Og svo ég að útskýra þetta svolítið í myndbandinu þannig að í þessari upptöku og þannig að ég fer yfir þessa þætti þar. Og hérna til að halda áfram með hitaliðan og
þarna er ég að benda á hitanemann og síðan og þarna sjáum við pottinn og þarna eru tveir grænir vírar sem fara ofan í skynjarann sem er í pottinum og ég tek líka til þess að sýna þetta þá tek ég kannski skynjarann upp úr pottinum og en hérna er ég sýna búnaðarins þetta rauða stykki hérna og í svarta hérna líka þetta er hitaliðinn sjálfur sem sagt það er segulliði hérna inn í þessu og hann ber nafn sitt af því að það er hita, hann fylgist með hita og er með segulliða og þess vegna þetta styttingi hita segulliði sem sagt yfir í hitaliða vörn til að verja mótorinn fyrir of miklum hita. Þannig að skynjarinn er ofan í vatninu í pottinum og svo er ég bara með startboxið hérna og svo það er rofið hérna til þess að taka út blikkljósið á eftir. En blikkljósið er núna tengt þegar ég er með allt í gangi. Og einhvers staðar þá sýndi ég hérna skynjarann hérna ofan í vatninu og rétt bara kannski að benda á búnaðinn hérna. Býtum nú við. Já. Þið er ekki kannski alveg að synga en ok, ég ætla að athuga. Hérna. Já. Það er segulrófinn inn sem var þarna til hliðar. Þá hættir blikkljósið af því að ég var bara með það inni til þess að sjá að það myndi virka. Þetta er segulrófinn sem að myndi tengja þriggja fasa rafmagn inn á hraðastýringuna og í átt að mótornum. Mótorinn tengist til hraðastýringuna, hraðastýringin fer inn á þennan segulrófa og segulrófinn tengist svo líka inn á skammhlaupsvörn sem er þá sjálfur, þriggja póla sjálfvar í töflu og einhverjum tilfellum gæti verið bræðivör í staðinn fyrir sjálfvör. Það gæti verið líka bræðivör, sérstaklega í eldri uppsetningum. Það er alveg möguleiki að fyrir skammhlaupsvörn það þarf að vera fyrir mótora annað hvort svona hitaliðavörn fyrir mótorinn og skammhlaupsvörn fyrir kaplana að mótornum og að allum búnaðinum. Það getur orðið skammhlaup einhvers staðar á leiðinni. Þess vegna þurfum við að hafa skammhlaupsvörn í töflu og við erum með hitaliða hérna og það er þá nóg til þess að verja mótorinn fyrir ef það verður skammhlaup eða ef verður mótorinn verður of heitur, getum við sagt. Og ef við erum bara með beinræstan mótor og enga hraðastýringu, þá værum við með yfirráðsvörn. Þá þyrftum við þess að alltaf líka að vera með skammhlaupsvörn og yfirráðsvörn og beint inn á mótorinn gegnum segulrófa. Það er þá beintenging, engin hraðastýring. En hérna er hraðastýring, þá erum við með skammhlaupsvörn og hitaliðavörn. Ok. Svo er ég bara að fylgjast með því að ég er að hita þetta vatnið. Það verið einhver sápa, einhver uppþvottalögur í pottinu þannig að þetta er svona aðeins hvítt hérna ofan á. Þegar að vatnið fer að byrja að krauma smá. Grænljósið er inni þannig að mótorinn er í gangi og eftir þá ætti öll þessi 3 ljós að koma inn ef þetta slær út. Rauðaljósið, gululjósið og blikkljósið fyrir gang. Þarna er verið að fylgjast með hitanum og við erum að líkja eftir því að hitaneminn væri að mæla hitavafan í mótornum.
og nú erum við alveg að koma að mörkunum þess að hann slái út, við erum komin eitthvað 92 gráður. Og þarna kemur blikkljósið í gang og það er að slá út, mótorinn fer gangið þess að grænljósið er slökkt, mótorinn farin út og hann varinn fyrir of miklum hita og þannig að ég get séð það strax ef ég tek þetta upp úr pottinum að hitaleiðavörnin fer strax tilbaka. Ég bara aðeins að bíða eftir að ég tek skynjarann og svo er líka hérna eittjás á hitaleiðavörninni sjálfri sem að sýnir að hún er slegin. Nú prófa ég að taka skynjarann upp á pottinu. Og þetta er bara til að þyngja, ég glemdi að þyngja skynjarann, þannig að hann haldist nógu vel ofan í pottinu. Og þarna fór rauðljósið strax út og hérna rauðljósið hér fer líka út og svo þegar ég seti þetta aftur ofan í, þá kemur hann eitt inn. Nú er ljósið aftur á. En nú hefur skynjarinn hitnað aftur upp í það getur að vara. Og þannig er stoppboxið og segulrófið komin út, við sjáum þá að takkan hérna ofan á hjálparliða og svo bara þá er ég með vídeóið þarna inni á PhD kennsla og þeim channel og þeim að þið viljið renna aðeins yfir það. Svo að hérna erum við þá með 3C verkefnið og þá var spurning hvort það er eitthvað hérna af svörum í verkefninu sem við þurfum að fara í gegnum. Við vorum búin með þetta svar hér og nei, þetta er líklega síðasta blaðsíðan í þessu verkefni. Þannig að það var stýrirásin og þetta var bara að bera saman yfirráðsvörnina og hitaleiðavörnina en alltaf í viðbót við þessar varnir þá muniði að við þurfum að hafa skammhlaupsvörn í rásinni. Þess að sjálfar sjálfar 3 póla, eitt fyrir hvert fasa eins og við vitið og eða getur verið bræður líka í staðinn fyrir sjálfar og bræðivör eru ennþá notuð vegna þess að þau hafa svo hátt skammhlaupsþol. Þau geta rofið skammhlaup sem er gríðarlega hár straumur. Og sem sagt, þannig að skammhlaupsvörnin er annaðhvort bræðivör, 3 bræðivör, bræðivör fyrir hvert fasa og 3 póla sjálfar og síðan þurfum við í viðbótið það annaðhvort yfirráðsvörn ef við erum ekki með hraðastýringu, kannski bara eða kannski höfum við yfirráðsvörn til öryggis jafnvel ef við erum með hérna mjúkrasi en það er kannski til öryggis ef við erum með framhjá tengdan segulrofa sem að tengir framhjá týrstórunum eða þannig að hann mælir kannski ekki endilega strauminn sem fer í gegnum mjúkrasinn að mótornum, þá er nauðsynlegt að vera með yfirráðsvörn líka í rásinni og þannig að við erum alltaf að kanna til dæmis með mjúkrasi hvort við þurfum líka að vera með yfirráðsvörn í rásinni. Það getur verið í mörgum tilfellum að við þurfum að hafa bæði skammhlaupsvörn, yfirráðsvörn og mjúkrasi fyrir mótor. Það er alveg hugsanlegt. Í mótor sjálfrofum þar eru innbyggðir hvort sem er yfirráðsvarnir. Þannig að það er mjög oft sem eru notaðir svona mótor sjálfrofar sem að stundum eru eða mjög algengir eru í töflum. Þá held ég að ég
hafi ekki þessa upptöku lengri, en þið getið þá spurt alveg í lokin ef að þið haldið að ég hafi gleymt einhverju. Ég vona að ég hafi minnst á það helsta sem varðandi þessa skýrslu og annars erum við bara í næstu tímum að fara yfir það aftur. Þá ætla ég að loka upptökunni.